Nýr ísfisktogari Samherja Björg EA7 kom til heimahafnar Akureyrar í dag en skipið var smíðað í Tyrklandi. Þetta þriðja raðsmíðaskipið sem Samherji fær afhent á skammum tíma. Skipið fær nafn sitt frá móður Þorsteins Más Baldvinssonar, Björgu Finnbogadóttur. En eitt nýtt skip, ég tölu á því á hversu mörgum nýjum skipum þið hafið tekið? Já, við höfum alveg tölu á því, en þau eru bara alltaf fá. Við höfum gegnum tíðina keypt mikið á gömlum skipum, en nýju skipin hefðu getað mátt vera fleiri. En þau eru mörg núna, þannig að það bara gaman. Þetta alltaf, hátíðsdagur í starfsemi svona fyrirtækis að taka á móti inn í smíði. Já, við eins og Kristján sagði, við höfum ekki tekið á móti mörgum skipum nýjum, við höfum tekið á móti þetta skip nr. 5, þar að segja áður höfum við fengið skip 92 og svo árið 2000 og svo það þá á þessu ári sem eru þá 3 skip. En þið látið smíða þessi 3 skip en Samherja samstæðan sjálf að láta smíða hvað 5-6 skip eða? Já, við erum, eins og við segja, við erum að taka á móti 3 skipum hér á Íslandi og síðan liggur Cuxhaven hér sem var afhentur í haust og síðan hefum við vona á, Deutsche Fiskfangunion á vona á nýju skipi núna, Berlín í lok nóvember. Þannig að þetta er mikil umsvif í ár hvað þetta varðar. En allt þetta ferli, þetta hefur staðið yfir í fjölmörg ár væntanlega frá því að þið takið ákvörðun að láta smíða ný skip? Já, sko byggja skipið 3 ára ferli frá því að samningar eru gerðir fyrst en að byrja að hugsa þetta og byrja að hanna það allavega 2 til viðbótar. Þannig að við vorum byrjar að þessu í ársbyrjun 2012. Þannig að það eru 5 ár sem fari í þetta. Og heilmikil hugsun og spekulasjón vantarlega. Já, greiðilega mikil vinna og sem liggur á bakvið svona skipi og safna saman þekkingu og reynslu manna og reyna að pakka því saman í nýtt og fá það til að virka. Jú, það er það. En fyrir svona stórt fyrirtæki eins og Samherja, hversu mikilvægt að hafa á að skipa nýjum flota eða nýlegum? Já, ég hef bara sagt að því miður hefur ekki skipafloti Íslendinga verið endur eins og skildi síðast ár og það er bara nauðsynlegt, bæði varðandi tækniframfarir og síðan ekki hvað síst varðandi áhöfn. Við þurfum að sjálfsögðu að geta boðið sjómönnum upp á góðan ábúnað, góð störf. Þannig að það er að sjálfsögðu hluti af þessu. Þeir Kristján og Þorsteinn segja að Íslendingar séu framarlega á sviði skipahönnunar. Næst að setja ýmsan búnað borð í þetta nýjasta skip Samherja. Já, þá eftir að ganga frá aðstöðunni fyrir fiskinn, þvotti og kælingu og það verður hafist handa við það núna bara á næstu dögum og það er kannski svona 3 mánaða verkefni að klára. Og þar náttúrulega liggja líka margar hugsanir að baki og undirbúningur? Já, greiðilega margar og líka bara það hefur verið þróun núna síðustu mánuð og síðustu ár í þessu og þetta við að reyna að taka það nýjasta og við teljum besta til að koma borð og allt snýst þetta að halda gæði fiskarinn sem bestum. Óskar Magnússon, rithöfundur, hefur setið í stjórn Samherja í 19 ár. Hann var háseti á siglingunni heim. Óskar, þú sigldir með skipinu heim, hvernig var? Það var yndislegt alveg, miklu meiri tilfinning heldur en ég átti nokkuð tíma að vona á. Því að ég komst að því að skip ekki bara stál og stansar, heldur mikla tilfinningar og mikil eftirvænting og spenningur í kringum það allt saman. Hvaða hlutverki gengdur borð eitthvað varst þú látin vinna? Ég var háseti og vottað af samgöngustofu og gekk til þeirra verka sem mér var lagt fyrir. Ég bara hlýddi í skipstjórunum eins og manni ber að gera til sjós. Þú ert nú búin að skoða nokkur skipin. Hvað segirðu þessan í smiði? Ég segi nú gjarna að mér finnst þetta mikil bylting og skipið var stórkostlegt í sjó. Og þessi lögun á því, hún gerir bæði sparar
og síðan fer hún óbóðslega vel með mannskapinn. Þetta skip lætur allt öðruvísi í veðri heldur en gamlu útgáfarnir. Þetta frábært skip alveg. Ætlarðu að munstra þig á togarann? Ég veit ekki hvort ég var að kosta því. Ég var nú að reyna að vinna mig upp í túrnum en ég ennþá hásitið eins og ég var þegar ég lagði af stað, þannig að það verður að koma í ljós. Jæja Björg, til hamingju með nafnu þína. Þakka þér fyrir það. Ég mjög stolt í dag og þakklátt fyrir það að samherjamenn skyldu gefa þessu skipi þetta nafn. Þýðir þetta það að þú kemur til með að fylgjast kannski betur með þessu skipi heldur mörgum öðrum samherjaskipum? Það mun ég gera örugglega. Ertu búin að skoða það hátt og látt? Já, ég búin að skoða margt og mikið. Mér líst mjög vel á þetta. Allt frá A til Ö bara. Þetta glæsilegt. Björg segist reyndar fylgjast ágætlega með skipum Samherja og hún nefnir sérstaklega Baldvin Þorsteinsson hið mikla aflaskip. En þú ert nú búin að skoða nokkuð mörg skipin í gegnum tíðina. Já, ég hef komið borð. Annars var nú, maður minn, hann var nú ekki á mörgum skipum sem skipstjóri. Hann var 12 ára á Snæfellinu og síðan fór hann yfir á Súluna og var þar þangað og hann lauk þar sínum skipstjóraferli þegar hann kom í land 1978. Þannig að þú þekkir það nokkuð vel hversu mikilvægt að skip séu vel byggð þannig að þau fari til dæmis vel með mannskapinn. Mér finnst það nú vera númer 1, 2 og 3 að það sé. Og mér fannst, þegar ég sá fyrsta skipið með þessu stefni, mér fannst það ekki fallegt. En svo venst maður því eins og öllu öðru og verður náttúrulega ánægður þegar maður sér nú hvað hægt að nýta stefnið í dag sem ekki var nýtt áður fyrr á þessu hefðbundnu skipum. Það er mikið pláss sem myndast, þannig að fara mig. Og þetta eins og segir glæsilegt skip? Já, þetta glæsilegt skip og svo sem að getur nú ekki verið annað en stoltur. Og ég hef náttúrulega óskað því allra heilla vonandi að það verði bæði farsælt og fengsælt og öllum mönnum hér borð komið til með að líða vel.